Komið sæl öll sömul og góðan dag. 7. fundur sveitarstjórnar Múlaþings sem aukafundur. Haldinn 1. febrúar 2021 er hér með settur. Það eitt mál á dagskrá hjá okkur í dag sem skriðuföll á Seyðisfirði. Nú það liggur fyrir frumathugunarskýrsla varðandi mögulegar ofanflóðavarnir fyrir íbúabyggð við Stöðvarlæk á Seyðisfirði. Það sem kemur fram að mögulegt að verjast minni skriðum á stærð alltaf Stöðvarlækjar ofan neðri botna með góðu móti. Byggðin við Stöðvarlæk yrði því áfram á hættusvæði C, þó svo að gripið yrði til aðgerða varðandi ofanflóðavarnir. Eftirfarandi tillaga því lögð fram. Í ljósi niðurstaðna frumathugunarskýrslu áherslu á að við mat á umræddum eignum verði litið til þeirra menningarverðmæta sem í þeim felast og endurbóta sem á þeim hafa verið gerðar í samráði við Minjastofnun Íslands þar sem það á við. Einnig leggur sveitarstjórn áherslu á að við mat á eignunum verði horft til enduröflunarvirðis þeirra. Í frumathugunarskýrslunni kemur fram að ekki unnt að verja byggðina fyrir skriðuföllum þannig að ásættanleg áhætta náist. Sveitarstjórn samþykkir því að ekki verði heimiluð íbúðabyggð á þessu svæði. Og þessi tillaga hér með lögð fram og orðið laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Elvar Snær Kristjánsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Elvar. Forseti, aðrir fundamenn. Það verður að veikjast að þetta ákvæðlega sérstök staða fyrir sveitarstjórnarfulltrúa að vera í þessu sem við erum fara að taka ákvæðna þessa tillögu. Og ég geti rétt að ímynda mér stöðuna sem að viðkomandi íbúar og eigendur eru í. En hins vegar þetta bara staðreynd sem við horfum fram fyrir núna og þurfum að taka ákvörðun. Mig langar að bendarinn á hnykkja á kannski benda á ákveðna svona að ég vil kalla galla í lögum eða minnst kosti ósanngirni í okkar aðstæðum sem eru kannski ekki sem eru mjög ónalegar kannski þrátt fyrir með önnur ofanflóð, snjóflóð og annað, að þá eru við með hús sem að standa milli skriðan í skriðunni og önnur sem að fóru við hliðina og þessi hús gilda bara ekki sömu reglur. Þegar eigendur húsina sem að fóru fá greitt brunabótamat sem að við vitum að langt hærra heldur en fasteignamat á Seyðisfirði sem hefur ekki verið mjög hátt. Meðan að húsin sem að standa og geta klárlega ekki núna hafa ekki eftir þennan fundvæntanlega í dag heimild til þess að búa í þeim, þannig að þau standa rauninni sömu sporum og þeir sem mistu húsin sín. En fá miðað við þau lög sem að ofanflóðasjóður fer eftir fasteignamat eða svona skulum segja þar bil. Þannig að þetta eitthvað sem ég held við þurfum að líka beita okkur fyrir að koma einhvers konar sanngirni á. En þetta allan eins og segja staðreynd sem voru fram á í dag og þurfum að klára ákveða þær. Það ekki fleiri bíl í dag. Takk fyrir þetta, Elvar. Sveitarstjórnarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Stefán.
forseti og ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætla nú að byrja á því bara að taka undir með Elvari Snæ Kristjánssyni sveitarstjórnarfulltrúa í því sem hann sagði hér áðan hvað varðar að það er erfitt að ímynda sér þá stöðu sem fólk í sem hefur verið búsett á þessu svæði og stendur núna frammi fyrir því að fá ekki að snúa aftur heim. Og maður skilur það mjög vel að þetta er bæði gríðarlega vond stað og erfiðar tilfinningar til að takast á við og þess þá heldur að þá er það ekki léttvægt fyrir sveitarstjórnarfulltrúa hér að standa frammi fyrir ákvörðun af þessu tagi. En það sem að kannski ræður í mínum huga mestu það að við erum jú hér til þess að afgreiða ákveðna tillögu sem að ég lýsi nú stuðningi mínum við að það hefur verið kallað mjög ákveðið eftir því að það sé unnið eins hratt og örugglega og hægt að því að leysa úr stöðu þeirra bæði sem að mistu húsnæði í þessum hamförum á Seyðisfirði sem og þeirra sem eru eiga eignir inn á þessu svæði sem ekki fóru en hafa verið í mikill óvissu. Og það nú kannski það sem í mínum huga réttlæti það að við stígum þetta skref að fengnum þessum upplýsingum sem að koma fram í þessum gögnum. Og ég held að þetta sé mikilvægt skref og við vinnum auðvitað áfram bæði með þessu fólki og öðru sveitarfélögum í því að taka ákvarðanir um framtíðina en þetta er þó þetta sé mörguleyti þungbært skref þá held ég þetta sé nauðsynlegt skref. Takk. Þakka fyrir þetta, Stefán. Sveitarstjórnarfulltrúi Jódís Skúladóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Jódís. Takk, forseti og aðrir fundarmenn. Ég ætla nú að taka undir með þeim báðum sveitarstjórnarfulltrúum, Elvari og Stefáni Boga sem töluðu hérna undan og Stefán Bogi kom nú svolítið inn á það sem ég vildi segja að það eru þessi tímamörk. Þetta eru auðvitað ótrúlega hryllilegir atburðir og afleiðingarnar eru skelfilegar og mismunandi fyrir fólk auðvitað. Það er mjög bagalegt að lagaverkið sé þannig úr garði gert að þarna er ákveðið misræmi á milli eins og Elvar benti á en okkur hér í sveitarstjórn er auðvitað ekki annað fært en að fara bara eftir því regluverki sem að gildir hverju sinni og ekki okkar færi að kannski breyta því. En ég tek undir þetta sem Stefán Bogi sagði. Það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að þessum málum sé hraðað eins og hægt er svo að fólk geti þá haldið áfram veginn og skipulagt sína framtíð út frá því. Þetta er auðvitað gríðarlega dapurleg staða, fólk er búið að byggja þarna upp sitt líf og sína framtíð en svo bara breytast forsendur og aðstæður og við verðum að bregðast til því. Og ég held að við getum einhvern veginn ekki gert annað en að fara þessa leið til þess að greiða götu þeirra einstaklinga sem að þarna eiga allt sitt undir, sko. Takk. Þakka þér fyrir, Jódís. Orðið laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Hildur. Já, forseti og ágætir fundarmenn. Mig langar svona að taka undir það sem hefur komið fram hingað til. Það er mjög mikilvægt að þessi gætt, að sanngirni sé gætt þegar að þessir húseigendur fá greitt fyrir húsin. Það er alveg nóg að vera að standa í þessu áfalli að vera að missa heimilið sitt og vera hreinlega ekki heimilt að búa þar. Og þá er mikilvægt að sé ekki miðað við fasteignamat á Seyðisfirði sem hefur ekki verið í neinum takti við raunveruleikann miðað við markaðinn hér undanfarin ár. Þar sem hefur verið húsnæðisskortur og umfram eftirspurn. Fyrir nú utan það að margir af þeim sem eiga þessi gömlu hús hafa lagt mikið fjármagn og vinnu í að gera þessi hús upp. Þannig það er mikilvægt að þau fái hvað maður að segja, þau fái fjármagn sem að gera þeim raunverulega kleift að byggja eða kaupa annað húsnæði. Þakka þér fyrir þetta, Hildur. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Þröstur. Já, forseti, aðrir fundarmenn. Ég ætla nú bara að byrja á því að
eiginlega votta eigendur þessa húsa hluttekningu og samúð vegna þess að þetta ekki eingöngu spurning fjárhagslegt tjón. Ég held að þetta hljóta að vera í mjög mörgum tilfellum tilfinningatjón. Þarna sum húsum hafa ættliðirnir búið hver á eftir öðrum í áratugi, ef ekki lengur. Þannig að það svo sagt bætist nú ofan á þetta líka. Ég eins og fleiri held að öllum sé það nú alveg sé flesti sammála það að við viljum náttúrulega sjá þennan bæ sem mest blómstra og sem mest í upprunalegri mynd aftur en ég var að viðurkenna það að þegar ég sá þetta hættumat þá féllust mér hendur að það í rauninni ekkert annað í stöðunni þó maður gjarnan vildi sjá aðra möguleika. En það breytir ekki því að þetta er eitt af svæðunum þarna og vonandi og ég nú tiltölulega bjartsýnn það að þetta sé nú skárra eftir því sem innar dregur í fjörðinn og að þar sem sagt verði ekki svona, ekki kannski, ef maður kalla þetta slæmudómur. Nú, svo tek ég undir það sem hefur komið hérna aftur. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að sem flest taki undir það. Þetta með raunvirði, það er eitt að lenda í náttúruhamförum og hitt svo að takast á við afleiðingarnar sem geta verið jafn slæmar og jafnvel enn verri og þess vegna held ég að það sé mjög mikilvægt að fólk fari ekki út úr þessu einhvern veginn með skarðan hlut, bara fjárhagslega og þetta eins og sveitarstjórnarfulltrúi Elvar benti á hérna áðan að þá þetta eiginlega galli í lögunum vegna þess að kannski hafa ekki gert sér alveg grein fyrir því hvað víða út á landsbyggðinni mikill munur á brunabótamati og fasteignamati og sem kannski svona vitnar líka svolítið það hvernig ástandið í atvinnumálum öðru á landsbyggðinni þannig að þetta svona endur ómar það eins og þess þá heldur að þá tel ég það mikilvægt að þarna verði lagst á árarnar með það að gæta sanngirni og fólk fari ekki með skarðan hlut frá borði. Og mér finnst það mjög einkennilegt að tek undir það sem Elva sagði hérna áðan og það mjög skrítið að ef að þau hús sem fóru í flóðinu eiga að vera bætt einhvern veginn betur en þau hús sem sluppu. Það væri mjög skrítið í að mínum mati og bara ekki nokkur sanngirni í því. En bara öðru leyti þá bara óska eigendum þess húsa velfarnaðar og bara Guð blessi þig. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þröstur. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Berglind. Þú ert á mute, Berglind. Forseti, góðir fundarmenn. Ég ætla bara að taka undir það sem hefur komið hér fram og þessir íbúar hafa náttúrulega búið við gífurlega óvissu og eru í rauninni að taka erfitt skref núna en mikilvægt skref og við verðum að reynast þeim vel þannig og pressa á það að þeir fái, eins og segi, sem réttasta verð fyrir eignirnar sínar og taka tillit til einmitt menningarverðmætis og þeirra endurbóta sem hafa verið gerðar og það farið þannig mat fram en þetta nálgast aldrei brunabótamat sem hefði virkilega vilja en það greinilegur galli í lögunum eins og hefur komið hér fram og við höfum ýtt undir að það sé virkilega skoðað upp að framhaldið að gera og í því tilviki þá vil ég einmitt koma inn á það að með þessu lög og eins og atvinnuhúsnæði að allir sem eiga atvinnuhúsnæði, það borguð sama prósenta í ofanflóðasjóð. Þannig að ég held við ættum að halda áfram í þessum lögum og reyna að skoða þeirra rétt til verndar fyrir ofanflóðum, jafnt og íbúar líka. Þannig að ég vona bara að íbúar núna fái sem besta verð fyrir sínar eignir og já, við ekki fleira að segja en það. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Berglind. Sveitarstjórnarfulltrúi Elvar Snær Kristjánsson hefur beðið orðið öðru sinni. Gjörðu svo vel, Elvar. Forseti, aðrir fundarmenn, langar kannski að taka undir það sem að sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir segi varðandi atvinnureksturinn. Af því að
ofanflóða varnir miðast ekki við atvinnurekstur og eins og skýrsla eða yfirferð frá Austurbrú síðustu viku bendir til að það eru færri atriði sem grípa atvinnuveginn okkar í svona hamförum. Þannig að það er eitthvað sem að þurfa líka held ég að aðeins að brýna þá sem að semja lögin að skoða það. En við viljum kannski bara benda á í þessu samhengi varðandi þetta er nú eitthvað heitir þetta orð enduröflunarvirðis í mitt. Mikið varðandi enduröflunarvirði, það er að segja að íbúar eigendur geti byggt aftur, af því að hér hefur komið fram með markaðurinn býður ekki upp á það að man geti valið úr húsum til kaups, að það hafa fallið dómar Héraðsdómur Vestfjarða 2005 þar sem kemur inn á þetta að það er Bolungarvík og Kaupstað gert að fara eftir enduröflunarvirði og eins dómur frá 2002 úr Hæstarétti. Þannig að það er kannski hægt að fyrir þá íbúa sem og eigendur vilja kynna sér það, þá er þetta að skoða það. Fleira var ekki, takk. Takk fyrir þetta, Elvar. Sveitarstjórnarfulltrúi Jakob Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Jakob. Forseti og góðir fundarmenn. Já, ég tek undir þessi orð sem að allir þessi sveitarstjórnarfulltrúar hafa komið inn á og þessi skýrsla, hún eins og sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson kom inn á þá stakk mann rosalega þegar maður sá hana, en kannski mátti búast við þessu. Þetta er erfitt svæði þarna, það er að verja þetta og að þetta verði áfram á C-svæði þó að sé eitt í þetta vörnum upp á einhver 100 milljóna segi þá er þetta nóg. Já, en þetta eru erfið skref að þurfa að sitja og taka þess ákvörðun í dag, en ég styð þessa tillögu og ætla bara að óska íbúum velfarnaðar í sínu áfram. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jakob. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Vilhjálmur. Forseti og fundarmenn. Ég styð nú þessa tillögu, en þetta er auðvitað þetta er bara mjög sérstök ákvörðun að vera að taka og hins vegar má segja að baksviðið er vönduð skýrsla sem búið er að vinna og ég verð að segja að það hefur borist sveitarstjórn alveg ótrúlega fljótt af því að þetta er mjög vandasamt verk og maður fer ekki annað séð heldur en það hefur verið lögð heilmikil vinna í það. Það er náttúrulega í forgangi að tryggja öryggi íbúanna og ég held að sé verið að leitast við það núna og sé ástæða til bjartsýn að sveitarstjórnin er einhuga að tryggja þessa fjárhagslegu hagsmuni íbúanna. Hitt er svona erfiðara þar sem fólk er búið að leggja í þetta bæði vinnu og sál að gera þessi hús fín sem að þarna fara úr umferð. En bara ég held að sé mjög mikilvægt hins vegar að þetta er að berast þetta snemma þessi skýrsla og hún er hluti af því að eyða óvissu sem við stóðum óhjákvæmilega uppi með eftir þennan stóra atburð í desember. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Vilhjálmur. Orðið er laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson. Kveður svo hljóð sé annað sinn. Gjörðu svo vel, Þröstur. Já, fundarstjóri, aðri fundarmenn, bara stutt Ég ætla að nota tækifærið og þakka þeim sem stóðu að þessu hættumati fyrir mjög vandaða skýrslu og vel unna og bæði Veðurstofan og Eflu og öðrum sem að henni hafa komið og það er mjög góðs viti vegna þess að ég hafði svo sem heilmikið traust á þeim fyrir en það er ekki minnkað við þessa skýrslu
Og mér finnst líka mjög gott að sjá þar að þar sem sagt í þessu hættumati, þar farið mjög gaumgæfilega út í það að kanna varnaraðgerðir, hvaða möguleikar eru í stöðunni, hvað kosta og svo framvegis og þetta fyrsta mat sem kemur núna, það góð svona ávísun inn á þau möt sem koma þá á eftir, maður má segja mat í fleirtölu. Og ég vona það að þeir haldi þessu góða starfi áfram og í öllum tilfellum kanni alla möguleika sem eru í vörnum og sem geta orðið til þess að viðunandi staða geti myndast hvað varðar byggð neðan hættusvæða, svo lengi sem það hægt, praktískt og fjárhagslega. En það var eiginlega þetta sem bara koma þakklæti og til þeirra og hvatningu og þeir hafa unnið vel með fólki hér austur frá líka og bara það dýrmætt að eiga svona gott fólk í góðum stofnun. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þröstur. Sveitarstjórnarfulltrúi Jódís Skúladóttir hefur kvært sér hljóðs í annað sinn. Gjörðu svo vel, Jódís. Já, takk fyrir. Mér langaði kannski bara að bæta því hér við að þetta auðvitað ótrúlega þung skref sem við erum að taka en ég vona þó að þau séu í rétta átt og það sem hefur komið hérna fram, það auðvitað þetta mikilvæga skref að tryggja öryggi íbúanna og það hefur líka verið komið inn á það að eitt að missa fasteignir og huga að fjárhagslegu hliðinni, annað auðvitað þetta tilfinningalega. Og ég held að ég tali nú fyrir hönd bara sjálfsagt okkar allra hér sem í sveitarstjórn sitjum að við heyrum í Seyðfirðingum, við hlustum og við reynum auðvitað að mæta öllum og ég bara hvet fólk til þess líka að leita til okkar með sínar áhyggjur og vanda. Það eru ýmis úrræði í boði og það held ég allir sammála það í þessu stóra áfalli, það að svo mörg að huga, það eru heimilin, það atvinnulífið og það auðvitað bara það tilfinningarlega rót sem liggur yfir öllum íbúum og ég held að við séum búin að vera ótrúlega samstíga í því að reyna að leggja öllum þessum flokkum eitthvað lið og við höldum því auðvitað áfram og þetta eitt skref í því og skrefin verða sjálfsagt ótrúlega mörg og mörg þeirra verða sjálfsagt líka dálítið sársaukafull en heildarmyndin auðvitað sú að það geti byggst upp blómleg og falleg byggð á Seyðisfirði þar sem að fólk öruggt bæði á sínum heimilum og sína atvinnu. Takk. Takk fyrir þetta, Jódís. Orðið laust. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Hildur. Já, takk fyrir það, forseti og ágættir fundamenn. Mér langar svona árétta atvinnuhúsnæði hér í bæ. Það alveg ljóst að samfélagi hér misti mjög mikilvægt húsnæði sem hýsti hér fjölmarga aðila sem voru með sína starfstöðvar þar og það ég svona árétta það að við þurfum að horfa svolítið í það. Hér bara skortur á sambærilegu atvinnuhúsnæði. Einnig langar mig að koma inn á það að það brýnt að hér muni rísa nýtt húsnæði fljótt og vel. Þessar fréttir sem við fengum með skýrslu Eflu sem vel unnin og afdráttarlaus með sér það sem við svo sem vissum áður að það mikil þörf á að byggja hér nýtt húsnæði. Það var húsnæðisskortur áður en að hamfarirnar dundu yfir. Þannig það margt sem við þurfum að huga að núna á næstu vikum og misserum. Nóg í bili. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur. Orðið laust. Óski enginn eftir að taka til máls, þá liggur tillagan fyrir til afgreiðslu fundarins. Ég ætla nú ekki að lesa hana alla aftur, en hreyfi enginn andmælum, þá lít ég svo á að hún sé samþykkt samhljóða með öllum greiddum atkvæðum sem hún Þá fer nú að líða að
lokum þessa fundar hjá okkur en forseta langar svona í lokin að geta þess að það skref sem að núna stigið náttúrulega eins og hefur komið fram einungis eitt af mörgum sem nauðsynleg eru til að bregðast við ástandinu í kjölfar hamfaranna sem áttu sér stað núna í desember og aðgerðir sveitarstjórnar fólust framan af og enn að hluta til í því að bregðast við neyðarástandi og leysa úr bráðavanda íbúa og fyrirtækja og nú fer sá tími að koma, við þurfum að horfa fram á veginn og það brýnt að hefja vinnu við skipulagslega stefnumörkun sem fyrst. Sú vinna verður að eiga sér stað í samvinnu við íbúa, atvinnulíf og sérfræðinga í ofanflóðamálum og miða að því að taka ábyrga afstöðu til þess hvar og hvar ekki við hyggjumst standa að uppbyggingu á Seyðisfirði í framtíðinni. Og það er náttúrulega ljóst að það er mörgum spurningum ósvarað ennþá en markmiðið hlýtur að vera að eyða eins og kostur þeirri óvissu sem margir Seyðfirðingar þekkja allt of vel og forseti hefur full á trú á því að því markmiði verði náð á endanum. En eins og ég segi, nú líður að lokum þessa fundar. Útsendingu hér með lokið. Takk fyrir. Stendur ekki